á KR-vellinum í kvöld með skalla yfir markið. En á 70 mínútu það Kjartan Einarsson sem tekur aukaspyrnu, glæsileg spyrna og Kristján Brooks óvaldaður í tegnum og skorar með þessum frábæra skalla. Í fyrsta leiknum sem David Vinny stjórnar KR-ingum. Það tók Blika aðeins 6 mínútur að komast yfir, staðan 1 mark gegn engu og Blikar fagna sjá þessa aukaspyrnu, frábær aukaspyrna Kjartans, fastur bolti, Bjarki hikar, Kristján Brooks auður í tegnum og skorar með föstum skalla 1-0. KR-ingar settu Musa Dagnoko á bekkinn og Tryggvi Bjarnason byrjaði miðvarðarstöðunni. Hér eru KR-ingar í sókn og þetta mun ekki miklu að Guðmundur Benediktsson næði boltanum og þakkar félaga sínum Einari Þór Daníelsinni fyrir fína sendingu yfir vörnina. Og áfram hélt baráttan, Bjarki Pétursson, hann með sendingu, Kristján Brooks í baráttunni og Brooks renni boltanum út en Tryggvi Bjarnason að koma boltanum aftur fyrir endamörk. Aukaspyrna sem KR-ingar fá, Guðmundur Benediktsson með skot sem Atli lendir í vandræðum en gerir þetta vel, boltinn breytt stefnu og Atli tók þann kostinn að slá hann. Þá Bjarki Pétursson. Bjarki með boltan, þessa fínu sendingu inn fyrir, Kristján Brooks komin í dauða færi, hann komin einnig fyrir og hann með skot en langt fram hjá markinu. Þetta gat Kristján Brooks heldur betur gert betur. Þetta gat Blikar komist í 2 mörk gegn engu þegar að rúmar 14 mínútur voru búnar að leiknum. Bjarki, Arnar Arnarsson í liðinu í stað Kristjáns Óla Sigurðssonar. Það vantaði einnig Tjeböns í lið Breiðabliks. Hér kemur fín sendingi fyrir og þetta mun ekki miklu að Blikum takist að KR-inga. Þá var rauðin komin að heimamönnum, hér sækir KR-inga, Þorsteinn Jónsson. Og Þorsteinn með frábæra sendingu hér yfir og Einar Þór Daníelsson og þetta vítaspyrna segir dómarinn Garðar Örn Hinriksson. Blikar ekki sáttir með þetta, skoðum þetta hér í endurstýningunni. Magnús í baráttunni, virðist koma við boltan en Garðar Örn ákveðinn og dæmi vítaspyrnu og Guðmundur Benediktsson jafnar metinn. 1-1, 35 mínútur búnar og nú sagði einhver á meðal KR-ingana, nú ballið að byrja. En það var hægur valsstiginn á KR-vellinum í kvöld. Bæði liðin að reyna að komast yfir. Kristján Brooks með boltan. Og hvað gerir Brooks? Sendi boltan inn fyrir og Bjarki Pétursson að komast í ákjósanlegt færi en gott útlöp hjá nafna hans Bjarka Guðmundssyni í markverði KR-inga. Og þá KR-ingar komið að lokum fyrri hálfleiks. Hér kemur en knötturinn hafnar að lokum í fanginu á Bjartendingin inn á tegin og Andi Roddi með skot þegar að 45 mínútur voru búnar og skömmu síðar flautaði Garðar Örn Hinriksson dómari til leiklis. Staðan í jöfn í hálfleik 1 mark gegn einu en 1 stig var nú það sem að hvorugt liði vildi í þessum leik. Þá það Blikar í byrjun seinni hálfleiks. Frábært skot og glæsilega markvarsla Bjarka Guðmundssonar. Meistaralegt skot strax í byrjun. Hjalti Kristjánsson og Bjarki fer út í hornið og nær að slá boltan. Meistaralegt tilþrif hjá báðum liðum. Blikar fá hornspyrnu og boltinn dansar þarna á þverslanni. Kristófer Sigurgeirsson renni boltanum út og það það Arnar Arnarsson, sendir hann fyrir. KR-ingar ná að koma boltanum í burtu. Ekki langt þó. Og boltinn inn á teig. KR-ingar enn í vandræði með að ná valdi á boltanum. Hér innur Kjartan Einarsson boltan. Sendir hann hér á Kristófer og síðan kemur Þorsteinn Sveinsson. Leggur hann á Kristján Brooks og Kristján Brooks í færi. En góðvörð KR-inga ná að komast fyrir skotið og bjarga í horn. Þá sækja KR-ingar Þormóður fyrirliði í hægri bakvarðarstöðinni í kvöld, sendi boltan hér inn á tíinn og hér síðan kemur skot frá Roddi en boltinn í hliðanettið 10 mínútur búnar og þetta skot fór í hliðanettið. En á 17. mínútu dró til tíðinda. Hér eru það KR-ingar, Roddi í baráttunni og Þorsteinn Sveinsson lendir hér í samstöðu við hann. Garðar Örn Hinriksson lyftir spjaldi og rak hann síðan út af og þeir eru þarna í átökum. Sigursteinn Gíslason og var nú heppinn að sleppa þarna með skrekkinn. Þorsteinn ekki ánægður með Roddi, vildi meina hann hafi gert of mikið úr þessu en Garðar Örn Hinriksson sem að lyfti gula spjaldinu 7 sinnum í leiknum í kvöld nær þeim 3 hér. Þetta óvenjulegt. Ívar, Kjartan og Bjarki fá aðkynna hjá Garðar Erni. Sjáum þetta hér aftur. Hér kemur brotið.